Raindrops keep falling on my head. And just like the guy who's feeling. Samsung framleiðir vatnseld snjalltæki fyrir þig og þína sem þola íslenskt veðurfar. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 19. júní. Þetta merkisdagur í sögu þjóðarinnar, því að fyrir sléttum 111 árum þá samþykkti Kristján IX, konungur Íslands og Danmerkur, nýja stjórnarskrá fyrir Ísland. Með því öðluðust konur 40 ára og eldri bæði kjörgengi og kosningarétt til Alþingis. Síðan þá hafa réttindin sem betur fer aukist til muna og nú má halda því fram að hvergi á byggðu bóli í heiminum séu jafnrétti kynjanna jafn gott og jafn tryggt og hér á landi. Þetta hins vegar barátta sem aldrei tekur enda og þarf að passa upp á. Og við vonumst auðvitað líka til þess að konur annar staðar í heiminum sem búa víðar við mjög skert kjör og réttindi að þær fái sömu réttindi og konur njóta hér á landi. Ísland getur verið öðrum þjóðum fyrirmynd í þeim efnum. Við ætlum að ræða fréttir vikunnar við þau Þór Gunnarsson hagfræðing og Birtu Karini Tryggvadóttur sem einnig hagfræðingur og starfar hjá Viðskiptaráði. Við ætlum að ræða fjárhagsáætlanir ríkisins og hvort að þær séu líklegar til að standast, en svo munum við líka ræða olíumarkaði, golf og sitthvað fleira. Evrópumálin verða svo, eðli málsins samkvæmt líka fyrirverða mikil hjá okkur. Ég fæ hingað til mín tvo fulltrúa öndverðra sjónarmiða í þeim efnum. Það er Ernu Bjarnadóttur hagfræðing og Helgu Völu Helgadóttur lögmann. Þær ætla að ræða matvælaverð og hvernig það muni þróast ef að Ísland gengur í Evrópusambandið. Við talum ekki ef að Ísland tekur upp gjaldmiðilinn evru. Þetta verður allt saman spennandi og hvet ykkur til að fylgjast með hér næstu mínúturnar. Nýr GLC frá Mercedes-Benz. Alrafmagnaður lúxus með alltaf 715 km drægni. Forsala er hafin. Askja. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði. Can you do this? Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Mannvirki, byggingar og hallir. Hvað sem þú vilt byggja, þá framleiðum við byggingarefni framtíðarinnar. Limtré Vírnet. Hér hjá A4 húsgögnum bjóðum við upp á fjölbreytt úrval skrifborðsstóla við allra hæfi. Endilega kíktu til okkur í heimsókn í Skeifuna 17 ef þið vantar frekari upplýsingar. Þá erum við komin hingað til mín hagfræðingarnir Þórður Gunnarsson og Birta Karin Tryggvadóttir. Hún starfar hjá Viðskiptaráði. Við ætlum að ræða fréttir vikunnar og þar kennir ýmissa grasa. Margt af því er reyndar tengt hagfræði. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Takk. Þetta er ekki fyrsta skipti sem að þú kemur hingað Þórður, en Birta, þetta er þín frumraun hér á þessum vettvangi. Já, passar. Velkomin á svæðið. Takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér. Ágætt að hafa svona reynslubolta hér. Já. Okkur við hlið. Þú skrifaðir mjög áhugaverða grein núna í kjölfar þess að meirihlutin á Alþingi samþykkti nýja fjármálaáætlun sem að er fyrirbæri til útskýringar fyrir fólk. Það sem að ríkið leggur upp mynd af því hvernig þau telja að svona hagræn áhrif spila á ríkissjóð og afkoma hans. Já. Þetta er plagg sem ég held að hafi verið gefið út svona síðastliðin 10 ár og að vera eitthvað svona leiðavísir inn í það hvernig þróun ríkissjóðs á að vera rekstur ríkissjóðs næstu ára. Spá fyrir tekjur og gjöld og skuldir og þess áttar. Þannig að þetta á að vera eitthvað svona stefnumarkandi plagg. En ég hefði náttúrulega upprunalega að lesa hana þegar hún kom út eða svona. Þetta er eitthvað 200-300 blaðsjur en maður gerir tilefni til þess. En mér þótti tilefni til að svona vekja athygli á því að einhverjar forsendur hafa breyst frá því að fjármálaáætlun var upprunalega lögð fram einhvern tímann held í lok mars
byrjun apríl. Hlutinni gerast hratt þessa dagana. Já, efnaðs svona hagkerfið svolítið á mikilli breytingu í hagkerfinu, þannig að mér þótti tilefni til að svona benda á þær staðreyndir sem að hafa svona þessar hagtölur helstu sem að hafa breyst og það kannski svona þótti tilefni til sérstaklega í ljósi þess að ríkissjóður stefnir sem á að skila hallalausum fjárlögum árið 2027 upp á 1,1 milljarð á næsta ári. Á næsta ári í svona útgjalda, eða þess að það sem að ríkissjóður á að vera með útgjöld upp á 1.658 held í milljarða, þannig að þetta er 0,065% af heildagjöldum, þannig að það má lítið út af bregða til að þessar hallalaus fjárlög náist. Þannig að mér þótti svona tilefni til aðeins svona að líta í svona uppfæra spá Seðlabankans sem kom fram núna í byrjun júní, en sem sagt fjármálaáætlun byggir á efnahagsspá Seðlabankans frá því í febrúar og þar hafa hlutirnir svona aðeins breyst til hins verra því miður. Það er spáð minni hagvexti úr 2,2% í 1,8 sem því bara tekið ríkissjóðs verða væntanlega minni en spáð var. Við erum líka að sjá hærri verðbólgu eða væntingar hærri verðbólgu og það náttúrulega getur bæði virkað til tekjulækkunar en líka til aukningar út af til dæmis auknum tekjum af virðisaukaskatti. Það hefur líka áhrif á skuldastöðu ríkissjóðs? Það hefur áhrif á skuldastöðu, verðbætur, vaxtagjöld og þess háttar. Þannig að það svona og auðvitað bara ýtir undir óvissu í ríkisrekstri sem er aldrei gott og svo er auðvitað atvinnuleysi, þeir spá 5% atvinnuleysi á næsta ári í stað 4,3% sem var upprunalega spáin og þeir segja 1% eða 1% hærra atvinnuleysi skilir sér svona í 9-10 milljarða króna útgjaldaaukningu, þannig að þetta er ykkur 6-7 milljarðar sem að auki atvinnuleysi kostar. Það kannski í ljósi þess að skila 1,1 milljarð króna afgangi þá er svona, maður hefur kannski efasemdir að það myndi ganga með við þessa forsendur en við verðum bara að sjá hvað gerist. Þú ert í raun að benda á það að ríkið byggir þessa áætlun á einhverjum tilteknum forsendum sem birtir í mars. Síðan er Seðlabankinn að draga upp mun dekkri mynd. Já. En fjármálaáætlunin, hún er samþykkt og breytt. Þau kafa ekki ofan í þessar tölur og reyna að aðlaga áætlunina frá fyrir tíma. Nei, þau gera það ekki og í meirihlutaáliti fjárlaganefndar þá viðurkenna þessar breytta forsendur og segja að þær geta orðið til þess að tekjur verða minni og gjöld verða hærri en uppfæra samt ekki fjármálaáætlun og ég veit þess að minnihluti náttúrulega, maður hefur fylgst með umræðunum á Alþingi og þeir hafa verið að kalla eftir því að fjármálaáætlun verði endur reiknuð og einhverjir hafa lagt til þingstubb í ágúst til þess að fara og skoða leiðréttar tölur en þeir bara viðurkenna það eru breytta forsendur en halda óbreyttu striki eða sínu striki. Þannig að já, svo má líka, við má bæta við að auðvitað skiptir ekki bara máli að horfa til tekna og gjalda. Þó svo að tekjur séu umfram gjöld þá þýðir ekkert að ríkissjóður sé sjálfbær endilega. Við erum að sjá að lánsfjárjöfnuður verður neikvæður út tímabil fjármálaáætlunar að jafnaði 88 milljarða króna. Það þýðir auðvitað bara að lántökur verða umfram afborganir. Þannig að það auðvitað líka spilar inn í að við erum ekki að ná að lækka greiða niður skuldinu og hratt. Skulda hlutfalli, jú það og að fara lækkandi en krónutala skulda er að hækka þannig að skulda hlutfalli skuldir sem hlutfalla vergri landsframleiðslu þannig að það er algjörlega knúið áfram að því að landsframleiðsla vaxi hraðar en skuldir og maður auðvitað vonar að það gerist en maður er kannski ekki alveg bjartsýnn með við þessar breyttu forsendur hjá Seðlabankanum. Þórður, þú hefur kynnt þér bæði ríkisfjármálaáætlunina og þessi skrif birtukannar, hvernig horfir þetta við þér? Ég er auðvitað sammála því grundvallaratriðum að þegar menn vilja ekki taka nýjustu spá Seðlabankans inn í þessa fjármálaáætlun þá verður hún bara röng. Þessar fjármálaáætlanir eins og Birta Fríkjöðu nefndi áðan, þær komið til sögunar þegar lögum opinber fjármál var breytt árið 2015 og þá svona einhverju leyti færðist þessi fjárlagagerð meira inn í ráðuneytin sem nú kannski önnur umræða en það er enga síður staðreynd. En við sjáum í þessari áætlun að hallinn á þessu ári á að vera 25 milljarðar en svo sáum við bara frétt í sömu viku að afkoma hins opinbera á fyrsta fjórðungi ársins var neikvæð 24 milljarða og það er einkum og sér í lagi
það sem vegur þyngst þar er hérna aukning í millifærslum. Það er að segja taka úr einum vasa og setja hann í annan. Þannig að ef að þessi hallir sem á að vera í ár allur fallinn til nánast núna strax á fyrstu 3 mánuðum ársins, þá ætti það nú væntanlega að gefa ansi sterka vísbendingu að þessi 1 milljarðs króna afgangur á næsta ári, hann verður aldrei. Einhverja líkur til þess að annar, 3. og 4. ársfjórðungur séu eðlis ólíkir þeim fyrst, að það að segja mögulegt að hallinn sem að menn voru að spá þessu ári komi allur til á fyrstu 3 mánuðum en síðan skáni ástandið af einhverjum ytri eða innri ástæðum? Það má kannski hugsa sér að einkaneyslan hjá landsmönnum sé eftirvild meiri yfir sumarmánuðina og kannski eitthvað liti minni framan árið, það verið að borga fyrir jólin og allt þetta. En það útilokað að ríkissjóður verið rekið með 25 milljarða halla í ár. Ég held að margir hafa bent á að sé líklegt að verið kannski nær 60 eða 70 milljörðum. Og hvernig menn alltaf þá ná því niður í 1 milljarð á næsta ári, það held ég að sé algjörlega ómögulegt. Og það þetta er líka brot af því að menn ekki að horfast í augu við þessi nýjustu gögn sem eru komið fram. Hagkerfið að stoppa hægt og rólega, það að kólna mjög hratt. Og ríkisútgjöldin eru með þeim hætti að þau eru verðbólguhvetjandi, þannig að það erfitt að sjá að það sé einhverjar vaxta lækkanir á leiðinni til skemmri tíma. Þannig að efnahagslífið heldur ekki að vinna með þeim. Hagspáin sem umræðu sem við erum að vísa til og Seðlabanki birti samhliða nýjustu stýrivaxtaákvörðun sinni. Þetta spá sem að fjármálaráðuneytið hefur tekið svona ákveðna línu í að fylgja. Hingað til hefur fjármálaráðuneytið verið að fylgja meira spám og tölum frá Hagstofunni en það yfirlýst markmið núna fjármálaráðuneytisins að fylgja spá Seðlabankans en hefur hana svo að engu í þessari vinnu. Þetta hlýtur að teljast ámælisvert. Já, Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra sagði þetta að hann var ekki að gagnrýna Hagstofunar, spá Seðlabanks var einfaldlega betri, en núna hann með brakandi ferska spá í höndunum og það hlýtur að setja furðu að hann vilji svo ekki nota hana af því að þá myndu hans plön koma miklu verr út og þetta sjá allir sem kynna sér málið í nokkrar mínútur. Verðbólgan þrálátari heldur en menn höfðu væntingar Hið opinbera segir við erum ekki að kynda undir verðbólgubálinu þó að þau hafi aukið ríkisútgjöldin 140 milljarða eða það bil milli ára. Þar sem ef þú skoða fjárlög ársins í ár miðað við fjárlög fyrir árs, þau fóru í skattabreitingar sem að tölulegar staðrendir líka fyrir að juku á verðbólguna einnig. Eitthvað sem að Daði Már eða hans fólk gætu gert núna þessum tímapunkti til að reyna að slá á þessi neikvæð áhrif einhverjum sér í lagi þegar við erum að horfa upp á það að kjarasamningar munu sennilega lenda í uppnámi hér 1. september og þar samt í götunum. Það er auðvitað rétt sem þú segir að það var hið opinbera sem að hleypti verðbólgunni aftur af stað núna í janúar. Það mældist Það yfirleitt lækkun á vísitölu neysluverðs í janúar hverju ári út af útsölum og öðru slíku. Mjög sjaldan sem að það jákvætt gildi í janúarmánuði en það átti sér stað núna í byrjun þess árs og það að bent á það meira þess að áður en að menn gáðu út færðu þessar skattbreytingar í lög að þetta myndi auka verðbólgu mikið og þannig að það var ríkissjóður sem að kom verðbólgun aftur á stað og því sem verra verðbólgu væntingunum. Hvað þetta að gera til að ná þessu niður? Það voru auðvitað að fara í þetta fiff með vaskinn á bensín sem að hugsunum með því væntanlega svo að ná niður mælingunni og ná henni niður í lok ágúst þegar tímapunktur kjarasamninga, það mikilvægt tímapunktur þá. Varðandi endurskoðun samninganna. En það besta sem að ríkið getur gert til að draga verðbólgu að eyða minni peningum og fá vinna peningum lánaða af því að það leiðir alltaf þessi verðbólgu. Hallarekstur ríkisins leiðir þessi verðbólgu. Það er bara oft séð það og það er algjör sannindi. En Daði Már hefur haldið fram reyndar eins og fleiri í meirihlutanum að það sé að dræju verðbólgu að ríkið taki meiri peninga til sín vegna þá sé fólk og fyrirtæki ekki eyða þeim á meðan en það er náttúrulega skamgóður vermur ef þú tekur peningana af fólkinu til þess að það eyði þeim ekki og þú dengir þeim strax út í einhver verkefni, hvort sem það eru mikilvæg verkefni eða gæluverkefni eða hvað það er. Já, stóra áherslan í ríkisfjármálum hjá þessari ríkisstjórn er að auka félagslegar tilfærslur. Þannig að
skattheimta sem skattfé sem aflað og ráðstafað svo með þeim hætti, það dregur sjálfsög ekki nefnir þenslu, allavega þau vorum að enga neyslu. Já, og svo náttúrulega ýmis sveitarfélög sem hafa tekið svona mikilvæg skref í átt að því einhvern veginn að taka ábyrgð og reyna að halda aftur af þessum verðbólguhækkunum og hafa verið að stilla gjaldskrárhækkanir bara í 2,5%. Ég sá að bæði Kópavogur og Fjarðabyggð og Árborg hafa allavega gripið til þess svona tóls, en örugglega fleiri, þetta það sem poppar upp í hugan, sko. Þannig að það eru þetta mikilvægt að opinbera taki ábyrgð og reynir svona að fylgja, svona orðum fylgja athafnir og fylgja því eftir með því að tempra aftur af þessum krónutöluhækkunum, af því að það auðvitað ríslast bara út í verðbólgumælingunni. Ef þú ert að hækka krónutölur og einstaka vörur, það eðlilegt sýnir sig í verðbólgutölunum. En ég held að það sé bara mjög ólíklegt að þessi ríkisstjórn muni vinna að buga á þessum vanda, það sem að sko þeirra svona, hvernig þau tala út á við, þau leggja fram þessar áætlanir sem allir sjá að munu ekki standast og klappa svo sjálfur sér á bakið fyrir að hafa náð hallarlegum fjárlögum. En ég get alveg sagt við þau núna, ég ætla að mæta hérna í Reykjavíkurmaraþoninn eftir nokkra vikur og hlaupa á 2 klukktímum og myndir þú klappa bara á bakið fyrir það fyrir næstu hlaup? Já, viltu það? Ertu að koma með þessa yfirlýsingu? Hér og nú? Nei, en þetta er sannlegging, sko. Þú getur sett fram flott plön og vonast til þess að þau gangi, en þú getur ekki klappa sjálfur á bakið, sko, fyrir að þau hafa náðst og gengið í gegn. Þau eru í raun og veru með auglýsingum á samfélagsmiðlum að segja að við höfum náð markmiðinu hallarlaus fjárlög og vísa þá til ársins 2027, þar sem að þetta mun ekki standast. Nei. Reyndar eitt atriði sem að mun hafa áhrif á afkomu ríkissjóðs á þessu ári sem að þau taka ekki inn í sína reikninga. Það er þessi risastóra skattgreiðsla Keresis, eða öllu heldur Kóloplast, sem að greiða fyrir kaupin á hugverkaréttindum Keresis út úr dótturfélaginu hér á Íslandi og flytja þau til Danmerkur. Það verða 40 milljarðar sem að ríkissjóður fær út úr því, þannig að eitthvað skárri verður nú myndin í lok árs og kannski ekki þá 60-70 milljarðar eins og þú segir að sé líklegt, heldur 20-30 milljarðar. Já, en þessi skattgreiðsla kemur bara einu sinni, er það ekki rétt? Þetta er einskiptis. Þetta er einskiptislegur og bara því minni halli á ríkissjóði því betra, frábært, ef þetta verður bara 20-30 milljarðar, en það er ekkert að treysta á þessa innspýtingu aftur á næsta ári. Nei. Svo er líka kannski ákveðið svona spútning í þessu, það er náttúrulega þessi sólmyrkvi sem á að koma hérna, hvað var það, 18. ágúst eða það gerir? 12. ágúst. Og maður á alveg svona, þetta er oft verið kallað held í Taylor Swift áhrifin og hagkerfið, það sem að kemur mikið af fólki sem er að koma enga til lands og það auðvitað getur valdið ákveðni þenslu í hagkerfinu. Við höfum kannski bara eftir að sjá hvernig það verður. Ég veit ekki hvort það hafi verið lagt eitthvað sérstakt mat á efnahagsleg áhrif hans, en það verður auðvitað áhugavert að sjá það. Já, það verður stór dagur. Rétt 5-leytið sem að það mun draga fyrir sólu og allt mun myrkvast. Já. Það eru fleiri mál í pólitíkinni, það eru þinglok núna framundan, síðan eru menn að horfa á alþjóðamálin. Hefur Kristrúnu tekist að lægja öldurnar miðað við þinglokin á síðasta ári þegar allt fór í hund og kött út af veiðigjaldafrumvarpinu? Já, þú veist, maður er svona, já, þetta virðist alveg ganga ágætlega smurt hjá þeim, maður sér ekki mikið svona allavega í fréttum af einhverjum svona stórum átökum þinglokin, finnst allavega mér fyrir utan kannski auðvitað þessa fjármálaáætlun sem ágætlega fór fyrir, en svona þessi vika sýnist manni að sé bara svona ágætlega róli, þetta virðist vera bara að ganga ágætlega smurt fyrir sig, held ég. Svona já, allan að fjölmiðlum að dæma, svo veit maður aldrei hvað gerist bak við tjöldin. En það er fjöldi stóra mála sem eru ekki að komast í gegn, menn kannski gleyma að horfa til þess hverju stjórnin er að áorka. Ein mest vaxandi atvinnugrein landsins, eða svo mest vaxandi er þetta laxeldið, lagareldið, bæði á landi og í sjó. Þinginu er ekki að takast að koma í gegn frumvarpi sem að setur þessari mikilvægu atvinnugrein rétta og eðlilega löggjöf. Ef að þetta frumvarp hefði farið í gegn eins og það kom upphaflega út úr atvinnuvegaráðuneytinu, þá voru þeir sem eru í þessum bransa ef þetta verður svona, þá verður þessi atvinnugrein ekki að raunveruleika. Sko, það er búið að fjárfesta upp til 60 milljörðum í þessari grein á Íslandi. Þetta uppsafna tap þessari fyrirtæki séu 20 milljarðar og þau eru nú þegar búin að greiða 6 milljarða í skatt. Það er alveg augljóst að þessu þarf eitthvað að breyta og hvers vegna ætti Ísland að vera með margfalt hærri skattheimtu per framleitt kíló heldur en Noregur.
sem 30 árum undan okkur í greininu og framleiða yfir 2 milljónum tonna árið eða ekki? Já. Jú, það held ég. Þannig að það þarf að taka ákvörðun. Viljum við að þetta verði atvinnugrein á Íslandi eða ekki? Af því að eins og meirihlutinn á þingi að leggja upp núna, þá bara eru litla líkur á því. En það stefna stjórnvalda að skattleggja atvinnugreinarnar hér meira og með meira afgjörnandi hætti heldur en í nágranna ríkjunum. Við erum að sjá það til þess í bankakerfinu, menn kvart undan því að það sé dýrt að eiga viðskipti við bankana, að bæði vaxtakostnaður sé hár og þjónustugjöld há. Bankarnir hér borgar nú þegar miklu herri skatta heldur en í öllum nágrannaríkjunum, en þá ekki við. Og Arna Lára Jónsdóttir segir, eins og ég minntist á í þættinni hér í síðustu viku, að bönkunum gangi vel og þá eigi bara að taka meira af þeim. Þetta sýnir nú bara því miður hvað hún formað fjárlaganefndar, ekki satt? Efnahags- og viðskiptanefndar. Efnahags- og viðskiptanefndar fyrirgefið. Það er nú eiginlega bara sjokkarandi að slík manneskja sýni það svona augljóslega hvað hún veit lítið hvað hún er að tala um. Af því að þessi bankar, ef þú horfir á ávöxtun á þetta eigið sem er bundið í þessu bankakerfi, þá er arðsemi þessara banka í Íslandi bara á pari við það sem við sjáum úti og í mörgum tilfellum lægri. Og bankar eru þetta bara verkfæri, samfélagslegt verkfæri til að koma peningum frá þeim sem eiga þá til þeirra sem þurfa að fá að lána það. Og að þú ert alltaf að auka kostnað bankakerfisins, þar að segja skattgreiðslur, þá það kemur hvergi annar staði niður heldur bara í kjörum til viðskiptavina. Af því að eins og hefur nú verið rifjað upp nokkrum sinnum á síðustu viku, og það er ekki Ronald Reagan sem sagði fyrirtæki borga skatta, þau bara innheimta þau af viðskiptavinu sínum og greiða það þannig til ríkisins. Það er fólkið í landinu sem að borga skatta í þannig. Og í gegnum ýmis kerfi, verktakar eru að reyna að reisa íbúðarhúsnæði, borga háa vexti og hverjir eru það sem að borga þessa vexti í lok dags, eru það verktakarnir, en það eru þetta fólkið sem að kaupir íbúðirnar af þessum sömu verktökum. Og svo Evrópumumræðan, hún væntanlega verður aktív áfram. Það eru, ef við myndum fara á þangin, þá til dæmis þyrftu allir verktakar að vera með upp til 40% eigið fé í sínum verkefnum, nýjum verkefnum. Þetta er eitthvað sem kemur þá bara líka niður á endalegu sölu yfir íbúðana. Þannig að lausnin er ekki alltaf svo að hækka skatta, það yfirleitt hefur þau áhrif að neysluvörurnar hækka í verði. Já. Að allt öðru máli, vil nú þannig til að við vorum að koma utan í gær, Þórður, við vorum að spila þar golf, ekki endilega fallegast og besta golf sem getur, en það er einn samland okkar að gera einmitt það þessa dagana út í New York. Getur þú farið yfir það með okkur? Já, þetta byrjaði þetta leiðilega fyrir svona allt mótið. Það var ekki hægt að byrja að spila fyrir einhverjum 2 eða 3 tímum of seint. Þannig að hluti kylfinga náði ekki að ljúka leik í gær, þar á meðal Gunnlaugur. Þetta fór brösulega að stað hjá honum. Hann fekk sló eitt bolta þarna út og fekk 8 högg á eina par 4 hólu. Þeir geta lent í þessu eins og við? Já, bara líka Scottie Scheffler og allir þessir. Þetta kemur fyrir á bestu bæjum. En hann er sem sagt búinn með 14 hólur núna og 9 yfir. Ef hann nær 1 eða 2 fuglum á þessum 4 hólum sem hann á eftir fyrir hring, áður en hann byrja svo öðrum hring, þá síðar í dag, þá er hann nú bara í fínum séns. Ef hann nær að spila ekstra í kringum parið, þá gæti það duga að komast í gegnum niðurskurðin sem verður svona ekstra bilinu 6 til 8 yfir parið. Þannig að hann er ekkert dottinn út úr þessu þótt að það hafi ekki gengið alveg nægilega vel í gær, en það voru mjög krefjandi aðstæður, gríðarlega vindasamt og svo er völlurinn talinn bara í einhver erfiðasti völlur sem hægt er að komast á. Já, þetta er yfirleitt þannig á þessu opna bandaríska móti. Þetta er talið erfiðasta mótið og niðurskurðarlínan er yfirleitt nokkur högg yfir parið sem er nú öfugt við það sem oft er. En það er eitt sem ég get samt lofaðir. Ég get ekki lofaðir að ná í niðurskurðinum. Ég get lofaðir því að þetta er ekki síðasta stórmótið sem hann Gunnlaugur tekur þátt í. Hann er líka ungur, er það ekki? Hann er ekki bara 20? Hann er bara 20, já. Bara. Og það er ekkert allir áhuga menn sem ná niðurskurði hérna í fyrstu tilraun, sko. Það eru mörg stórnöfn sem hefur ekki tekist það. Já. Ég var mjög yfirlýsingaglöð hérna í vor og sagði að þetta væri sumar sem ég ætlaði að byrja í golfi. Já. Ég er ekki ennþá að byrja. Það er ekki of seint. Nei, ég þarf að fara að rífa mig í gang. Það er mikil svona golfmenning í minni fjölskyldu. Það eru allir í golfi þar, en ég er svona svarti sauðurinn í minni fjölskyldu sem er ekki ennþá komist í golfi. En
það kemur. Það kemur, við treystum á að það muni gerast fyrir en seinna. Því að við þekkjum það frá mörgum fólki sem við spilum golf með að því fyrir sem fólk byrjar, þeim mun svona ánægjulegra verður þetta, ekki bara fyrir það sjálft heldur líka aðra sem þurfa að horfa á það að slá. Það hefur líka ákveðin áhrif. Já, ég reyndar á ákveðin grunn, sko. Pabbi mér reyndi mikið að koma mér í golf þegar ég var yngri. Þannig ég kann... Þú ert með sveifluna? Já, ég kann handtökin og ég er með sveifluna, en ég þarf bara að koma mér í þetta. Þá hefur við engar áhyggjur af. Annað mál af alþjóðasviðinu, Þórður, Morgunblaðið ræddi við þig fyrir í vikunni olíuverðið og stöðunni í Íran. Þú ert orkuhagfræðingur, hefur starfað við að greina orkumarkaði út í heimi. Hvað er að gerast núna? Munum við sjá olíuverðið fara lækkandi á komandi dögum og vikum? Það mun að sjálfsögðu fara lækkandi. Það í gegnum söguna þá það nú yfirleitt þannig að þegar kemur svona rosa hækkun á skömmum tíma þá fylgir ríflega lækkun í kjölfarið. Það bara spurning hvenær það gerist. Og þó við séum að sjá núna olíuverðið í $70-80, það að segja þessi svokallegi framvirki markaður, þá verðið ennþá miklu hærra, það að segja að þú hringir eitt símdólasæri ég þarf að fá tankskip bara núna eftir 3 daga, þá það ennþá langt yfir 100. Þannig að þessi físíski markaður nokkuð aftengdur þessum pappírsmarkaði. En svæðið hefur náttúrulega breyst mikið í kjölfar þessari síðustu 3 mánaða. Nú eru Emirétarnir í Dubai, þeir eru gengnir úr OPEC. Þeir eru með 10% af framleiðslu heimsins og lýstu því yfir í gær að þeir ætluðu að gera sér algjörlega óháða Hormúsundi til framtíðar og því hvort að það myndi opna að fullu á morgun. Það væntanlega búa til einhverja leiðslu suðrættir til að geta dælt þessu þar. En löndin svo sérstaklega Kína eru náttúrulega búin að keyra niður sína neðabyrðir til að halda verðinu ekki halda í þokkalega skaplegu og það þarf auðvitað að byggja þær upp aftur. En þá halda fundum helgina í Genf, ekki satt, það sem allir mæta og þetta virðist ætla að leysast í þetta skiptið. Það var ekki Ísrael og Hezbollah eitthvað aðeins að slást núna síðustu nótt. Þannig að þetta auðvitað þarf alltaf að hafa sem gang en Sátarnir eru byrjaðir að dæla aftur á skip og Kúveit eru fallnir af stað þannig að vonandi tekur þetta ekki marga mánuði að koma þess aftur í samt horf. En þessu olíumarkaður, það hriktir í honum eða það er verið að hrista verulega upp í honum, það er búið að núlla út Venezuela, þess að Bandaríkjamenn eru komið með kverkatak á olíuframleiðslunni þar og það er verið að reyna að keyra hana upp í miklu magni. Það er að verða ákveðin uppskipting hjá OPEC sem hefur haldið þessum olíumarkaði í heljar greipum lengi og stýrt heimsframboðinu. Eru þetta jákvæðar sviptingar eða er þetta óheppilegt á þessum gríðarlega mikilvæga grundvallarmarkaði fyrir heimsarkerfið? Ég held að það sé jákvætt að OPEC og Persaflói sé ekki með þetta hreiðatak á þessum markaðum allan heim. Þú nefnir að Bandaríkin eru að láta til sín taka í Venezuela núna og það er líka í nærliggjandi landi sem myndir Gínea sem er mikið olíuævintýri að hefjast og það er líklegt að þessi stóru fyrirtæki eins og ExxonMobil og Chevron muni verða atkvæða mikil þar. Gínea hafði mitt staðið í miklum deilum við Venezuela hvor ætti þetta, þannig að núna er það vandamál leyst líka. Þannig að eins og Kína, þeir eru ekki að fara að láta grípa sig aftur svona í bólunni að vera svona háðir írönsku olíunni. Þannig að ég held að þetta muni til lengri tíma bara stuðla að meiri áhættu dreifingu í þessum efnum. Þannig að það sé Persaflói sé ekki alfa og omega í frambóði þessara vara. Á sama tíma og þetta eru þeir heimsatburðir sem vekja mest athygli, þá eru mikla sviptingar líka í átökum milli Úkraínumanna og Rússa. Það er rosalegt að sjá hvernig Úkraínumennir eru að sækja inn á rússneskt landsvæði með hundruð dróna sprengjandi upp olíuhreinsunarstöðvar og annað í þeim dúr. Kannski eru einhver tíðindi framundan í þeim átökum og vonandi þeim fara að linna. Jú, ég held að Úkraínumennir eru farnir að seilast mjög langt inn í Rússland með mjög reglulegum hætti núna, þannig að vonandi ná menn að bera klæði á vopnin það líka og finna ykkur að lausna á því. Talandi að bera klæði á vopnin, við stefnum hér í stór átök 29. ágúst næstkomandi. 17. júní var í vikunni til hamingju með þjóðhátíðardaginn okkar. Sömuleiðis. Birta, þú varst kjörin í stjórn nýrrar hreyfingar. Hvað heitir sá félagskapur? Já, ég hef verið lengi í gegn ástörfum fyrir unga sjálfstæðismenn í lengri tíma og var svona fenginn einhvern veginn inn í þetta samstarfa að
koma að stofnun þessa félag sem heitir Ung gegn aðild að ESB og þarna eru aðilar sem er svona spegla hið pólitíska litróf. Við erum með fulltrúa úr sósíalistaflokknum, Vinstri grænum, Framsókn, Miðflokki og Sjálfstæðisflokki og við vildum svona tala okkur saman og þótti þetta að vera besta leiðin til að koma skilaboðum áleiðis og sameina kraft okkar til þess bara að kalla eftir svona kannski svona betri málefnalegri umræðu Evrópusambandið og þetta er sérstaklega beint að ungu fólki og það er svona okkar trú að hagsmunum Íslands og sérstaklega ungs fólk sé betur borgið ef Ísland er utan Evrópusambandsins. Þannig að við stofnuðum þetta félag formulega á 17. júní sem okkur þótti mjög svona við hæfi á þjóðhátíðardegi okkar Íslendinga. Og það var bara fjölmennt, vel mætt, þarna voru góðir ræðumenn, það var Birgir Ármannsson og það var Hans Steinþór sem er formaður ungra bænda og svo Sólveig Anna lokaði kvöldinu og það var bara mikil stemming og mikil svona samhugur í þessu í gestum og þessum unglingahreyfingum að taka sér saman og ræða þessi mál. Nú segja menn margir að unga fólkið eigi raun að vera ákveða þetta því að þetta varði framtíð Íslands. Menn segja líka að unga fólkið eigi að vilja ganga inn í Evrópusambandið því að það sé svo erfitt að koma upp húsnæði í íslenskum húsnæðisvöxtum og hér þurfa að taka upp evru. Þið eruð ekki á þeirri skoðun að það megi kíkja í pakkan og reyna að átta sig á því hvað sé í boði fyrir íslenskt samfélag ef við myndum gangast Evrópusambandinu á hönd? Nei, við erum svona þeirra skoðunar að við vitum alveg hvað er í pakkanum og við teljum okkur vita það og að þetta sé kannski svona vegferð sem auðvitað tekur tíma, þetta kostar pening, þetta kostar mannafla og þetta leysir ekki þau mál sem við einhvern veginn búum við hér innanlands. Við teljum að þessi vandamáli eða viðfangsefni verði best leyst bara á Alþingi Íslendinga. Við séum best til þess fallin að halda bara okkar málum sjálf og það er margt hér sem á að gera betur, kannski ef ég sérstaklega því þetta er nú félag ungs fólks sem á að gera gagnvart ungu fólki, það er erfitt að kaupa sér húsnæði. Þráttur reyndar að kom fram í fréttum í gær held ég að það væri fasteignasali sjaldan sé jafn góðan tíma til að kaupa sér húsnæði en það er kannski frekar lánaskilyrði og svoleiðis sem er að gera fólki erfitt fyrir en já, við trúum því að við séum bara best til þess fallin að halda á þessum málum sjálf og við bara líka viljum leggja svona okkar mörkum til að stuðla að málefnalegri umræðum kosti og kannski náttúrulega okkar mati aðalega galla við inngöngu í Evrópusambandið. Þið ætlaði að vera á fullu fram að þjóðaratkvæðagreiðslunni í lok ágúst. Já, við verum í fullu fjöri. Já. Þórður, þú ert sennilega ekki gjaldgengur inn í þennan félagskap lengur. Þetta er fertugt, hvað ertu gaman? Já, það er því miður, sá tímapunktur í liðin. Já, hann mun gangast samtökunum eldri Íslendingar gegn að vera með ESB. En víst að Birgir Ármannsson fekk að mæta, þá hlýt ég nú að geta mikið með þetta. Hann er náttúrulega alltaf ungur í anda. Jú. Heldur betur. Gaman að fá okkur hingað á staðinn, ræða málin vítt og breitt. Gangu vel í ykkar verkefnum í sumar og fram á haustið. Birta Karen Tryggvadóttir og Þórður Gunnarsson. Við erum hins vegar ekki hætt. Nú ætlum við að fara að ræða ákveðna þætti er varða mögulega Evrópusambandsaðild Íslands. Það lítur að matvælaverði. Margir halda því fram að matvælaverð, matarkarfan muni lækka stórkostligi verði ef við göngum í Evrópusambandið. Og það er ætla að koma hingað og ræða þetta mál. Það er Helga Vala Helgadóttir sem er í Evrópuhreyfingunni og Erna Bjarnadóttir sem er í Heimsýn. Það er þekkja þessi mál út og inn. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Renault Scenic. Sjáðu heiminn. Vantar þig bílavarahluti? Á Poulsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum allt land. Poulsen.is. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Lexus RX. Komdu og reynslagtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæla nýju. Það eru hingað komnar Erna Bjarnadóttir sem er stjórnarmaður í Heimsýn og hagfræðingur
og Helga Vala Helgadóttir sem stjórnarmaður í Evrópuhreyfingunni og lögmaður þar að auki. Velkonar, báða tvær. Takk fyrir. Ég verð að viðurkenna að ég hef fylgist með held ég nær allri umræðu þessa mögulega aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu. Og sú umræðu gengur út að vega og meta kost og galla á inngöngu. Það mikið rætt matvælaverð og Pavel Bartósek, alþingismaður Viðreisnar, hefur farið mikinn meðal annars á samfélagsmiðlum og þetta einu svo mynd að matvælaverð á Íslandi sé í fyrsta lagi mjög hátt í alþjóðlegum samanburði og að það muni lækka verulega ef við göngum í Evrópusambandið. Hvað satt og hvað logið í þessu? Helga Vala. Já, ef að maður myndi eingöngu lesa fyrirsagnir, þá fer það eftir því hvaða fjölmiðil maður að lesa. Ef við til dæmis lesum Morgunblaðið frá því síðustu viku, þá myndi maður halda að matarverð væri umtalsvert lægra á Íslandi en í Evrópu. Ef maður lesa einhverja aðra fjölmiðla, þá getur maður komist að hinu gagnstæða. Þannig að það svona, ég held að það sé mikilvægt á þessum tímapunkti, þar sem við erum að velta fyrir okkur að hvort að við eigum að fara í aðildarviðræður, að horfa á þetta þaðan. Viljum við sjá hvað gerist í samningaviðræðum eða ekki? Ég vil fara bara þangað af því að við getum haldið áfram. Sko, þegar við horfum á matvælaverð, þá verðum við að horfa á laun. Þegar við horfum á laun eru há á Íslandi að meðaltali. En nýjustu tölur sem eru frá Hagstofu Ísland, sem svona þetta óháða batteri sem við eigum að horfa á, þá eru 64% landsmanna undir þessu meðaltali, ná ekki meðallaunum. Þannig að við verðum að horfa líka á miðgildi launa ef við erum að horfa á matarkörfuna til dæmis og hversu íþyngjandi það fyrir fólkið í landinu að vera með matarkörfu sem er 55% yfir því sem að þekkist í Evrópu eða markam á samkeppniseftirlitið. Það sem mig langar til að spyrja, við skulum ræða hér á eftir ef þetta leggur orðið í belg það hversu dýr matarkarfan að því að við þurfum að skoða það ef þetta samhengi við laun eins og þú nefnir réttilega. En ef við förum í aðildarviðræður við Evrópusambandið, ef Þorgerður Katrín fær umboð til þess og vaknar þarna sunnudaginn 30. ágúst og hefst handa við það allt. Hún verður nú ekki ein. Nei, það herskari embættismanna sem hefur mikinn áhuga því að taka þátt í því, það veit ég vel. En mun það koma fram í aðildarviðræðunum og mögulegum aðildarsamningi hvernig hægt verða að lækka matvöruverð á Íslandi? Það hluti af þeim pakka sem að menn vilja kíkja í? Þá til dæmis fáum við algjörlega skýrt hvort að við erum tæk til þess að verða aðilar að myntbandalaginu til dæmis. Erum við að fara að skoða það? Hvaða áhrif hefur það? Núna erum við að henda upp svona bombum. Bara reik. Þannig að við þurfum að skoða þetta allt saman. Við þurfum að skoða öll áhrifin, ekki bara eitthvað eitt, ekki bara mjólkulítran. En ef við ætlum að skoða matarkörfuna eins og hún núna, ef við horfum bara á staðreyndir sem að liggja fyrir, að þá til dæmis eru landbúnaðarvörur á Íslandi, mjólkurlítrin og mjólkurvörur eru 90% dýrari á Íslandi heldur en annars staðar í Evrópu. Kjötið 75% dýrara og þetta ekki eitthvað sem að fjölmiðlarnir hafa verið að finna upp, heldur þetta eru rannsóknir sem eru frá óháðum aðilum. Fjölmiðlar finna sjaldnast upp hluti, sko. Jú, svolítið. Nei. Ég meina þið sakið ákveðna fjölmiðla að vera bæjast í þessari umræðu og þið eru sakaðir það líka, eða sökuður það líka. Finna ekki upp hluti, en það fer eftir hvað fjölmiðlar benda á, hvaða gögn og hvaða skýrslur menn vísa í. Og það skiptir auðvitað miklu máli að byggja á traustum grunni í þeim efnum. Og það sem Morgunblaðið hefur gert síðan 1913. En þetta er auðvitað það sem að umræðan svolítið þarna núna. Ég held að sé gott fyrir okkur að fá að fara inn í þessar samningaviðræður til þess að skoða þetta bara lið fyrir lið, hvað þarna og hvað ekki þarna. Ég held að það skiptir máli. En liggur þetta ekki allt fyrir? Nei, ef þetta lægi allt fyrir þá væri óþarf að fara í viðræður. Þá getum við fengið samningin sendan með bréfpósti og lesið hann. Þetta eru samningaviðræður. Ég starfa við það hverjum einasta degi í minni vinnu að vera í samningaviðræðum alla skapaða hluti. Þetta eru alltaf annars og þar það þannig að maður kemur með ákveðna væntingar að borðinu
maður er búinn að ræða sína milli hvar liggur skurðpunkturinn og hvar gætu við mögulega gefið eftir í einhverjum atriðum og það þannig sem að samningaviðræður fara fram alla jafna. Ertu á þeirri skoðun að aðildarviðræður við Evrópusambandið séu í eðli sínu eins og bara hefðbundna samningaviðræður? Þetta eru samningaviðræður, já. Erna? Já, ég má bara koma aftur á matvælaverðinu. Já. Það sem við slepptum þeirri umræðu, að þá ég nú allavega nokkuð viss það að það ekki samið matvælaverð og það ekki samið launajöfnuð eða ójöfnuð í samningaviðræðum við Evrópusambandið. Og það allar tölur sem sýna það að jöfnuður mældur með Gini-stuðlinum sem alþjóðlegur mælikvarði, hann líklega í 2 Evrópulöndum mælist hann meiri en hér á landi og bæði þau lönd með minni verga þjóðarframleiðslu á mann heldur en Ísland, það Tékkland og Slóvakía. Þannig að það kann vel að vera að við þurfum að horfa á miðgildi, það breytir ekki því að til dæmis þegar við horfum á hlut launakostnaðar per vinnustund, fyrir útgjöld til matakaupa sem hlutfall af vinnustundalaunum, þá erum við bara svipuð og lönd sem við berum okkur saman við. Varðandi síðan matvælaverði sjálf og Helga var að vísa til að landbúnaðarvörur væru í skýrslu til dæmis sem að Evrópustraumar gáfu út fyrir núna 10 dögum eða svo, þá kemur fram að kjöt hér á landi sé 69% hærra að verði heldur meðaltali innan Evrópusambandið. En það eru líka dálkar sem bókstaflega sleppt þegar að vöruflokkar, þegar að verða að ræða þessar hluti. Brauð og kornvörur sem eru allt tollfrjálsar í innflutningi hér á landi eru 53,5% hærri heldur en í Evrópu. Það sem sagt, bara þá getum við gengið út frá því að 53% sé bara venjulegur verðmunur þegar tollfrjálsan innflutningar að ræða. Og þessi 16% sem kjötið dýrara, það þó komið til vegna einhverja sérstöðu hér á landi. Varðandi evruna, og það hefur enginn til dæmis sagt það á hvaða gengi við myndum skipta yfir í evru þegar við annað borð erum búin að uppfylla það. Það skiptir auðvitað gríðarlegu máli og í skýrslu sem að Hagfræðistofnun Háskólans gerði þessi mál, þá náttúrulega kemur vel fram að upptaka evru í þeim löndum sem hafa tekið hana upp á seinni árum, hún hefur alls ekkert leitt til lækkunar á mataverði í þeim löndum sem það gerði. Og meira segja voru það ódýrari vörur oft á tíðum sem að hækkuðu meira heldur en dýrari vörur við upptöku evru í þeim löndum sem það gert. Og Hagfræðistofnun í sinni skýrslu segir eitthvað á þá leið að heildina liti hafi upptaka evru og ESB aðild ekki mikil áhrif á verðlag. Þannig að fullyrðingar annað verður að rökstyðja betur en þetta og ég bara vísi í Hagfræðistofnun og ég vísi í Eurostat. Ég hvorki að vitna í Morgunblaðið eða Ríkisútvarpið. Hvað segir þetta, Helga? Þegar hort á tollana sem að við höfum nú tekist á lengi á matvöru, þá eru við þetta inn á Evrópska efnahagssvæðinu. Margar vörur eru tollfrjálsar nú þegar og við höfum stigið skref í því þá átt á síðustu árum. Þetta eru hlutir sem að við getum tekið ákvörðun einhliða. Við þurfum ekki að semja við Evrópusambandið neitt slíkt. Við getum bara skundanir á Alþingi eða meira hluti fyrir því 32 þingmenn, rétt upp hönd og afnumið þess að tolla á þessar matvörur ef okkur sýndir þá. En eftir stendur að við erum líka með örgjaldmiðil sem að þarf svona það hefur ekkert með tollana að gera. Töluverðan stuðning. Nei, ég að segja bara ekki ég er bara að segja ef þetta snýst tollana. Þetta snýst ekki bara tollana. En förum yfir tollana. Þú sagðist vilja ræða þetta lið fyrir lið, tökum tollana fyrir. Það mál sem að við höfum. Já, það hægt að taka ákvörðun að afnema tolla. Já, það mál bara á Íslandi, en það breytir ekki því að við erum ekki í tollabandalagi þarna, þannig að vörur frá Íslandi, til dæmis frá íslenskum bændum sem að myndi vilja selja vörur sína til Evrópu. Þeir eru bara ekki að gera það. Hvað myndi gerast þar? Þær vörur eru toll. Það lagður tollur á þær í Evrópu. Það eins og full nýttur tollkvóti fyrir lambakjöt, tollfrjálskvóti fyrir lambakjöt. En þú veist, þetta svona. Tollar falla niður í þessu umhverfi sem aðilar að tollabandalagi. En þetta ekki bara tollar. Þetta snýst líka bara samkeppni. Við erum líka á mjög miklum fákeppnismarkaði. Við erum hagkerfi. Klárum tollana, af því að þú segir að við þurfum að ræða þetta lið fyrir lið og þú segir að það sé gert í samningaviðræðum. Við getum líka gert það hér. Við erum auðvitað ekki í samningaviðræðum. Tollarnir eru þess eðlis að við getum ráðið því sjálf, hvernig það fer. Varðandi gjaldmiðilinn,
Hvað það sem að gerist ef að Erna vísar í það að upptaka evru hafi óverulega áhrif á breytt matvælaverð? Hvernig sér þú fyrir þér að upptaka evru myndi hafa þau áhrif að matvælaverð myndi lækka hér? Já, við getum hort á að því að allur kostnaður við rekstur fyrirtækja, lítilla og meðalstóra fyrirtækja, við erum að tala vaxtakostnaður fyrirtækja, innflutningur og allt þetta. Við erum að tala kostnað fyrir bændur sem eru að framleiða þessar vörur, sem að bera líka sinn vaxtakostnað af lánum sínum sem að þeir hafa þurft að taka vegna þess að þeir hafa verið að reisa fjós eða tæknivæðast eða hvað sem er. Það allur almenningur, nema kannski þeir sem að hafa mjög mikla fjármuni milli handana sem að í þessu vaxta umhverfi. Annarkvort bæði með húsin sín, með fyrirtækin sín, það eru þessi litlu og meðalstóru fyrirtæki og almenningur á Íslandi sem að ekki í efsta laginu, sem að finnur beint fyrir öllum kostnaði við framleiðslu á allri matveru fyrir utan það að við þurfum að flytja svo mikið inn. Og af því að við erum fákeppnismarkaður, það svo lítil samkeppni hér og svo það líka þannig að landbúnaðurinn á Íslandi sérstaklega undanþeginn þessari samkeppni, skilurðu. Og það gerir það að verkum að því að samkeppnin heldur verðinu niðri. En á Íslandi þá svo lítil samkeppni og það hefur áhrif út í allt verðlag. Það vandamálið. Hins vegar það þannig líka að því að við erum líka, okkur and bændur og landbúnað. Það skiptir rosalega miklu máli fyrir byggðir landsins. Þú ert að fara út víðan völl í þessu. Já, en þetta bara tengt. Nei, Þú getur ekki sagt bara, hvað kostar þessi agúrka? Við erum að horfa á heildstæða mynd af samfélagi og hvernig við sjáum matvöruna lækka. En vaxtastig innan Evrópusambandsins mjög mismunandi. Já, en við höfum líka séð það. Til dæmis hefur Króatía, hefur verið bent á það með Króatíu, hvernig efnahagsmálin og efnahagur landsmanna batnaði við inngöngu. Við sjáum það bara víða. Það ekkert ríki í Evrópu, innan Evrópusambandsins, sem með viðlíka vexti á lánum eins og Íslandi. En það ekkert af þessum löndum sem þú nefnir eins og Króatía sem eru viðlíka okkar hagkerfi. Við erum örhagkerfi. Við erum eitt ríkasta hagkerfi í heimi. Já, en við erum líka örsmátt. Já. Það fylgir því að það stækkar ekki hagkerfið okkar þó að við göngum í Evrópusambandi, við erum bara 400.000 eftir sem áður. Já, en við verðum hluti af stærri heild og það það sem, nú ég ekki hagfræðingur, nú Erna hagfræðingur og hagfræðingum ber nú reyndar ekki saman. Ég meina það eru hagfræðingar sem að þið stilluðu upp hérna á forsíðu Morgunblaðsins sem að fá í dag nokkrar ákúrur fyrir að hafa farið með rangt mál í síðustu viku. Þannig að En ég bara vísa í þessa matarkörfu og það sko. Hérna, við erum bæði með Þorstein sem hefur starfað efnahagsstofnun OECD og Þórólfur Matthíasson. Þeir sögðu báðir að þessi frétt sem var slegin upp á forsíðu Morgunblaðsins hefði verið svona ekki byggð alveg á staðreyndum. En það enga síður þannig. Matarkarfan á Íslandi dýrari. Húsnæðiskostnaðurinn á Íslandi sem hlutfall af framfærslunni og rekstri heimila líka miklu hærri. Og þetta eru þessar nauðsynjar sem hluti af ráðstöfunartekjum fólks sem mjög íþyngjandi. Mun meira íþyngjandi á Íslandi heldur en í Evrópusambandsríkjunum. Erna. Því miður það það bara það. Þetta reyndar ekki rétt að þetta sé neitt meira íþyngjandi hér á landi en í öðrum löndum Evrópusambandsins. Við erum, þegar litið til dæmis á matvælaverð sem í hlutfalli við almennt verðlag. Við erum bara á sama stað og Danmörk, Finnland, Svíþjóð, 85-86% hlutfall matvælaverðs á almennu verðlagi. Hlutfall útgjalda til matvælakaupa svipað á Íslandi og meðaltali eða lægra heldur en í Evrópusambandinu. Hins vegar þá launakostnaður miklu hærri í virði. Þetta eru bara tölur frá Eurostat, Helga Vala. Það ekki að hausa í því. Ég bara horfa á skýrslu sem kom út í síðustu viku. Ég með skýrslu hérna sem kom út í síðustu viku líka. En Þetta kannski vandinn sem við erum með. Það ágætt að tala saman hérna. Má ég aðeins klára?
En sko, til dæmis hér á landi, við erum líka með sérstöð á miklu fleiri sviðum. Hlutfall launakostnaðar í virðisauka í framleiðsluiðnaði hér á landi sem meðal annars mjólkur og kjötiðnaður, verslun og þjónusta nær í 70%. Miðað við í Danmörku þetta 35,5%. Haldið þið virkilega að þetta skipti ekki máli því hvað vörur kosta út úr búð. Samt við bara svipuð á meðaltali þegar litið á verðlag í hlutfalli við laun eða annað neysluverð. Þannig að auðvitað má alltaf gera betur en það ekki samið þetta á neinn hátt í því að gera aðildarsamning að Evrópusambandinu og það enginn sagt til dæmis á hvaða gengi yrði samið, það skiptir gríðarlega máli og þetta verðlag í hlutfalli við önnur lönd, það sveiflast líka eftir gengi. Við sáum það að þessar tölur hækkuðu til dæmis stórlega þegar krónan féll hérna eftir hruni, þá vorum við að horfa á allt aðrar tölur, breyttist allavega fyrir ekki. Þannig að það langbest að reyna að halda við bara tölur frá Eurostat til þess að skoða þetta og þær eru bara það hagfræðistofnun hérna í Brussel og þær eru hérna eins og þessari skýrslu frá Evrópustræðbúðum þar sem viljandi sleppt því að setja inn tölu fyrir brauð og kornvörur og ávist og grænmeti. Þetta eru tollfrjálsar vörur sem eru bara miklu dýrari hlutfallslega hér á landi. En hlutfallslegt verðlag ekki það sama og hversu íþyngjandi þetta fyrir böndum. Laun eru gríðarlega há í Íslandi. Þeir sem að tala fyrir því að matvöruverð muni lækka mjög mikið hér með eingöngu Evrópusambandi, eru þeir þá ekki leið að tala fyrir því að laun þurfi þá að lækka? Nei, en hins vegar hefur verið kvartað mjög mikið undan því, meðal annars hjá samtökum atvinnulífsins og fleiri atvinnurekendum, hvað launaskriðið, hvað stökkið hátt í hvers sinn sem að farið að semja. Þetta auðvitað mjög viðkvæmt, sérstaklega á svona tímum þar sem að núna, lítur út fyrir að það sé að fara af stað mikil harka á vinnumarkaði. En það samt verið að tala það að það sé miklu stærri stökk, miklu stærra og hærra meira launaskrið hér heldur en í nágrannaríkjunum. Ég verður að fá að klára, Stefán. Já, það hefur blasað við lengi, það ekki verið að tala það, það liggur fyrir að laun hækka hér. Ég veit það, en getur verið að þetta sé óheppilegt? Það mjög óheppilegt. Það ekki? Já, af hverju það? Það vegna þess að húsnæðisverðið, það líka í stökki. Matvælaverðið líka í stökki. Við sjáum hvernig hlutirnir verða dýrar og dýrari. Við erum í því hagkerfi. Það svo lítill stöðuleiki í öllu verðlagi á Íslandi. Það vegna ákvarðana sem við tökum. Við höfum hort á þetta undanfarin ár og það þess vegna sem gerð krafa þetta. En við breytum hins vegar ekki því að það eru 65% sem ná ekki þessum meðallaunum á Íslandi. Við verðum að hugsa líka það fólk sem ekki í efra laginu. Þú munt ekki með eingöngu Evrópusambandi koma þessum 65% Nei, við erum að biðja meiri stöðugleika. Já, en og það stöðugleiki, það liggur fyrir að stöðugleikin, hann næst betur með stöður í gjaldmiðli. Hinn háu laun sem ég að vísa í, þetta eru hlutir sem eru ákvarðan sem við tökum sjálf. Þannig að hvort sem með evru eða sitir við borðið hjá Evrópusambandinu að þá þarf vinnumarkaðurinn að taka ákvörðun að fara í minni launahækkanir. En þegar það verður meiri stöðuleiki í efnahagslífinu sem að gerist við þetta, það staðreynd. Hvernig gerist? Að það verður með stöðugri gjaldmiðli, með því að lækka vextina, með því að lækka vextina. Það eru gerðar ríkar kröfur, og þú veist það, Stefán, að það eru gerðar ríkar kröfur til Evrópuríkjana, Evrópusambandsríkjana, að lækka vextina. Og þegar það gerist og það verður meiri stöðuleiki, við erum að búa við mjög mikinn óstöðuleika í íslensku samfélagi. Og ég held að ég sé ekki að segja það neinar fréttir þegar ég segi það. En þetta segir mér að það sé slíkur og það gerð svo krafa, það gerð svo krafa í Evrópu, af Evrópska seðlabankanum sem kemur inn með þann stuðning til þess að ná niður vöxtunum í íslensku samfélagi ef að það verður. En í haust erum við bara að tala að komast að borðinu. Við erum að tala matvöruverðið en við erum að fara hérna inn á vinnumarkaðin líka. Við verðum að gera það. Þú fullyrðir hér að með inngöngu Evrópusambandi þá aukir stöðuleiki í íslensku hagkerfi. Já. Það eru 27 ríki í Evrópusambandinu. Ég get talið upp fjölda ríkja í þeim hópi þar sem stöðuleiki í hagkerfinu miklu minni heldur en hér. Já. Hvar?
Já, til dæmis í Króatíu, til dæmis í Pólandi, til dæmis í Finnlandi. Já, sko, í Króatíu er landsframleiðsla meiri og hagvöxtur meiri á mann heldur en á Íslandi. Í Króatíu? Nei, Pólandi. Nýjustu tölur síðan það. Hverju þjóðartekjur á hvern íbúa í Pólandi miðað þessu? Já, ég er ekki með á hreinu. Nei, það þriðjungur af því sem hér? Ég bara veit það. Þetta eru ósambærileg lönd, þannig að ég bara spyrir. Nei, en þú vilt stundum bera það saman og stundum ekki. Þú veist að því hérna áðan var til þess verið að tala matarkörfuna. Þú veist, Svíþjóð og Finnland eru 6% yfir meðaltali í matarkörfuverði, á meðan við erum 55% yfir. Það eru bara alls konar tölur sem er hendan sem eru bara ekki rétt. Ég vil bera saman tölulega staðreyndir. Já, ég líka. Og þú heyrir líka, við erum báðar með tölulega staðreyndir. Þú kemur hér fyrir framan alþjóð og segir stöðuleiki mun aukast á Íslandi ef við göngum í Evrópusambandið. Hvernig getur þú fært rök fyrir því þegar við höfum mikinn óstöðuleika, mikla efnahagslega erfiðleika í mörgum ríkjum sem eru innan Evrópusambandsins? Já, ég er ekki vissum að við getum fullyrt þetta með þessum hætti. Við erum að tala vissulega ólík ríki. Já, en það er ekki mikill óstöðuleiki og mikil efnahagskrísa í öllum þessum ríkjum. Ekki öllum ríkjunum, en þú fullir að þetta með gera sjálfkrafa með inngöngu í Evrópusambandið. Þú nefnir vexti. Af því að það er ákveðið taumhald. Það er verið að tryggja það að ríkin, þess vegna er það skiptir máli fyrir ríkin, fyrir þessi aðildarríki, að það sé einmitt ekki svona mikill óstöðuleiki. Þess vegna er það tryggt. Frakkland er rekið með 6% halla, ríkissjóður ár eftir ár. Já, það er einhver hluta vegna þá er bara mikil hagsæld í þessum ríkjum. Þessum ríkjum gengur vel. Hún er ekki eins mikil og hagsældin hér. Nei. Það er ekki eins mikil hagsæld í Frakklandi og Íslandi. Já, einhver hluta vegna þá líður fólki sem býr í þessum löndum. Ef þú fer líka inn í Eurostat og skoðar tölurnar hvernig íbúum þessara ríkja líður innan Evrópusambandsins, þá eru öllum ríkjum meirihluti eða aukin meirihluti sem segir að ríkjum þeirra vegni betur eftir inngöngu í Evrópusambandið heldur en utan. En það er meiri velsæld. Og við sjáum hvernig Bretarnir eru, þeir fóru út, þeim hefur sko bara hríðversnað og þeir vilja fara aftur inn. Þeir hafa haldið illa á sínum málum. Erna? Svo sannarlega. Ég vil bara telja mig inn í drottningaviðtal hérna sko eftir þessa samræður ykkar. En sko þetta er náttúrulega margt sem hefur komið hér fram sem mætti gera athugasemdir við. Það til dæmis að bera saman hagvöxt á Íslandi við Póland eða Króatíu, eins og hér kom fram áðan, er óraunhæft því að og ég skrifaði grein um þetta sem birtist í Viðskiptablaðinu núna í vikunni þessa samleitni og samleitni áhrif. Og að bera Ísland saman við lönd sem að hafa kannski 1/3 af þjóðarfrekjum á mann sem þar að auki streyma inn peningar í fjárfestingar frá Evrópusambandinu. Það er ekki mikið afrek að ná hagvexti við þær aðstæður. Hagvöxtur í Króatíu og Íslandi hefur til dæmis verið svipaður undanfarin ár, en það er bara miklu auðveldara fyrir þann sem er í lélegu formi að bæta sér hlutfallslega heldur en afreksíþróttamannin á toppnum. Hann þarf miklu meira að hafa fyrir því að bæta sig. Og hérna það að fólki líði vel í Evrópusambandinu sem þekkir ekkert annað, ég kallaði ekkert sérstakt afrek að fólk sé ánægt með verin í Evrópusambandinu. Auk þess, ég svaraði nú þessari grein Pavels þar sem hann skrifaði hvað fólki þætti gott að búa í Evrópusambandinu. Það komur reyndar í ljós að það var jafnhátt hlutfall Íslendinga ánægt með EES-samningin eins og hlutfall þeirra sem voru ánægt með að búa í Evrópusambandinu. Og þar vorum við að tala fólk sem í flestum löndum, Spáni, Portugal, það var alltaf fætt einu sinni þegar löndin gengu í sambandi. Þannig að þetta fengi mér ólíku saman að jafna. Og hérna, ég veit ekki alveg hvar ég á að fara aftar í þessu samtali. Eins og ég segi, Frakkland hefur ekki verið rekið ríkissjóður hefur verið rekið með halla síðan 1974. Þetta er nú allt taumhaldið. Stóru ríkin innan evrunar og Evrópusambandsins, þau gera nokkurn veginn það sem þeim sýnist. Og þessi lönd eru þar að ekki komin með meiri hluta ákvörðunarvald, það sem í þeim málum þar sem þarf 65% íbúa til þess að lönd sem að ná því til þess að taka ákvarðanir, það er búið afnema neitunarvaldið í ýmsum málaflokkum. Og við þessar aðstæður þá er nú orðið og er sífellt að koma í betur og betur í ljós að það er bara býsna erfitt að vera smáríki í þessum klúbbi. Frakkland er gjaldþrota ríki
Þeir eru ekki fyrir lífeyrisskuldbindingum. Nei, en sko þess vegna spyr ég aftur út frá matvælaverðinu. Það fullir til dæmis að því að minnst var á Pavel hér, hann gat ekki mætt hér í dag, ég vona að komi til mig hér síðar í sumar. Hann fullir að matvælaverðið muni lækka 25%. Er þetta boðlegur málflutningur? Já. Af hverju er það boðlegt? Vildi ekki leyfa Erna að koma svo? Nei, hún kemst að á eftir. Ég stýri þættinu hvað þetta var allavega. Ég beygi mig fúslega undir það. En finnst þér það boðlegt að tala 25% lækkun? Hann segir, Já, ég meina, hann hlýtur að hafa eitthvað fyrir sér. Ég fór að keypti, ert þú á þeirri skoðun að það muni lækkun 25%? Nei, ég hef aldrei sagt 25%. Ég bara lögmaður og leikona, ég get ekki slegið því fram að það verði nákvæmlega 25%. En trúir þið í alvörunni að maturverð geti lækkað 25%? Ég held að þetta sé, sko, ef við horfum á alla þætti sem að hafa áhrif á matvælaverð, þá finnst mér það svona ríflegt að segja 25%. Ég þykki það. Hins vegar, þá liður í þessu mikla kostnaði allt annað, reksturinn á litlum og meðalstórum fyrirtækjum og hvað það dýrt að vera hér með húsnæði, að flytja hingað inn aðföng og fleira. Og það ýmislegt annað sem að leiðir til þessa mikla kostnaðar. Húsnæði ekki að jafnaði dýrara hér heldur en í löndunum sem við berum okkur sama við? Nei, þeir sem að þurfa að taka lán, sem að megin þorri almennings á Íslandi, finnur mjög fyrir því. Það efna mesta fólkið sem ekki þarf að greiða af lánum sínum, það finnur minna fyrir því. En það fólk á mögulega börn sem geta ekki flutta heiman og það þar sem þessi kostnaður kemur fram. Í matvælaverðinu? Já. Hann kemur fram allstaðar. Öll lántaka, allur kostnaður, þetta kemur fram í veskjum okkar allra. En svo þú nefndir flutningskostnaði, við færum ekki Ísland nær Rotterdam. Nei. En við erum heldur ekki með flutningskostnað á íslensku lambakjöti. Nei. En við erum samt í því hagkerfi hér að vera að borga 55% hærra verð og það ekki bara innfluttu vörurnar. Og heldur þú, þannig að íslenski bændur, ef þeir væri að borga lægri vexti? Af því þeir þurfa ekki að greiða himinháa vexti af lánum sínum. Þetta smitast út allt kerfið. Þetta ekki bara einhver einn Jón. Það ekki þannig. Nei, það ekki þannig, Stefán. Þetta smitast út allt kerfið. Sko fjármagnskostnaður hefur áhrif að sjálfsögðu. En það ekki þannig að ef þú breytir fjármagnskostnaður og lækkar vexti 2-3% stig, að þá getur þú lækkað matvöruverð 10%. Við erum kannski ekki að tala 2 eða 3% stig. Ég meina, við erum með verðbólgu, svo erum við vexti, svo erum við verðtryggð lán. Ég meina, þetta það finna allir fyrir þessu. Þannig að þú heldur að það verði þetta að lækka hér vexti mörg prósentustig? Já, ég held það. Og ég held að þetta muni hafa töluverð áhrif. Af því að það gert handvirkt. Og við vitum það hvernig það gert. Af því að við höfum séð það í löndunum í kringum okkur. Sem að hafa farið inn. Af því að Evrópski seðlabankinn kemur inn með fjármagn til þess að tryggja að vextinni, til þess að aðstoða ríkin við að halda vöxtunum niðri. Hvernig koma þeir inn með fjármagn til þess? Þeir lána ríkjunum fyrir því. Til að halda niðri vaxtakostnaði? Já, í aðlögunarferlinu að evrunni. Já. Hvernig virkar það? Ég hef þetta bara eftir hagfræði. Henni Katrínu, heitir hún ekki Katrín, í HR? Ólafsdóttir? Já. Ólafsdóttir, það ekki? Ólafsdóttir. Það þannig sem að þetta virkar. Hvernig virkar þetta efna? Ég ekki peningamála hagfræðingur og bjóð mig undir að ræða matvælaverð hérna. Já, en þú tekur undir það að auðvitað hefur það áhrif á framleiðslukostnað þegar að vextir hækkað að lækka? Já, að sjálfsögðu, en ég vil líka minna á það að við eigum að halda okkur við þá að tala raunvexti. Og raunvextir eru hér lítið hærri heldur en víðast hvar í Evrópusambandinu. Og það svo tala sem við raunverulega finnum fyrir. Og verðbólga auðvitað mjög mismunandi innan Evrópusambandsins, þannig að það og líka innan evrulanda, þannig að þetta ekki uppskrift á eitthvað eitt og hvað þá að það sé samið það Alveg hárrétt. Já,
hvað þá það sé samið það í neinum aðildarviðræðum. Vextir eru líka. Við verðum ekki Grikkland. Nei, en má ég aðeins... Við verðum ekki Króatía við að ganga inn. Nei, við verðum áfram Ísland. Þá vil ég segja líka það að þessi stöðuleiki, hann að mínu viti talaður alveg út af leikvellinum þar sem að umræðan á við. Stöðuleiki ekki það sem að á alltaf við. Við erum að horfa núna til dæmis á Finnland með evruna, geta ekki brugðist við breyttum útflutningstekjum og þrengingum. Við erum að horfa á fleiri lönd, takast á við slíkar aðstæður og þetta verður ekki tekið öðruvísi út en í gegnum annarkvort skuldasöfnun eða atvinnuleysi. Enda hvað stóð upp úr mönnum daginn þegar var að verða að kynna ákveðna skýrslu valkosti í gjaldmiðlamálum? Jú, það þurfti að tala að breyta vinnumarkaðsmódelinu á Íslandi. Mér heyrðist þetta almennt vera að tala að lækka laun, sérstaklega í lægri tekjustigum þjóðfélagsins. Og þá ætla ég að fá að segja, benda á það, að hér á landi síðan 2020 til 2025 hækkuðu laun á Íslandi 56%. Í flestum öðrum löndum þá hækkaði að meðaltali ESB 22%. Hefur þetta ekki skilað sér til fólks, enda sjáum við líka forystumenni svo Sólveig Önnu. Hún vill heldur takast á við vinnumarkaðinn og kjör láglauna fólks með því að vera utan Evrópusambandsins og eiga þetta samtal beint innanlands með íslenska krónu. En hún boðar nú harðar aðgerðir í haust, er það ekki? Jú, en hún vill eiga það samtal á forsendum íslenskar krónu, íslensk verkaflós og verkalýðshreyfingar en við vitum öll að það samtal verður áfram á Íslandi. Við erum ekki að fara að ræða eitthvað vinnumarkaðinn eða launakjör eða annað slíkt í Evrópu. Hvað krefst stöðuleikan sem þú varst að tala verðum við aðilar að Evrópusambandinu, þá heldur í næsta eldgosi heldur launarsamtala áfram á Íslandi. Í næsta eldgosi, hvort sem það verið Grindavík eða Kötlu, þegar þarf að takast á við áfalla því tagi, þá verður gott að vera með krónuna en ekki evruna. Þá var nú gott að vera í Evrópusambandina því að þeir eru með einmitt svona neyðarsjóð sem hefði komið sér vel í Grindavík. En varðandi... Við höfum nú bjargað okkur sjálf fram að þessu. Já, á hörkunni. Varðandi vinnumarkaðinn, þá langar mig til að spyrja út í þetta. Við verðum áfram með íslenska vinnumarkað og Sólveig Anna verður en þá nema þau ætla að semja hann út úr landinu leið. Nei, Villi Birgis verður hérna líka. Og klár. Hafið þið ekki í Evrópuhreyfingunni áhyggjur af þessum varnaðarorðum varðandi atvinnuleysi sem að menn tala að sé í raun og veru verkfæri sem að menn hafa til þess að aðlaga hagkerfið að áföllum þegar þau dynja á og þau hafa reynda gert það í miklu mæli hér og oft, kannski sjaldnar og vonandi á komandi árum. Er þetta ekki hluti sem að þið... það ekki sama atvinnuleysi í öllum Evrópuríkjum. Nei, það var ekki það sem ég var að benda á. Það sem ég var að benda á ef þú er komið með fastgengistefnu og það kemur efnahagsáfall, að þá gefur gjaldmiðillinn ekki eftir því að hann fer ekki eftir forsendum Íslands, heldur miklu frekar Þýskalands og Frakklands. Og ef að gjaldmiðillinn gefur ekki eftir, þá verða fyrirtækin og að lokum ríkissjóður, þó hann þráist við, að segja fólki. Já, ég held að við búum við þannig ástand núna og höfum gert síðustu 100 árin að við erum stöðugt einhvern veginn í efnahagsáfalli með jöfnu millibili. Þannig að það sem við erum kannski að reyna núna að koma í veg fyrir með því að fara í þessar aðildarviðræður og skoða hvað geti komið úr því og hvort við getum tengt okkur betur við styrkara umhverfi. Þú nefnir 100 ár, Helga Vala. Ég langar í þessu sambandi að spyrja þig þá. Nei, þetta var svona mengi bara. Já, segjum 100 og 120 ár. Já, nei, þú veist, af því að það eru þetta að við lendum statt og stöðut í einhver svona efnahagsáfalli af því að við erum svo smá. Þessi efnahagsáfall sem hafa dunið á okkur hafa ekki með smæðin að gera. Grindavík hefði komið upp, COVID hefði komið upp, Eyjafjallajökull hefði komið upp. En það hefur kannski meiri áhrif. Það hefði orðið loðnubrestur. Það kannski hefur meiri áhrif að því að við erum... Þannig að mér langar til að spyrja út í það. Ef við höfum búið við viðstöðulaust efnahagsáfall allan þennan tíma vegna smæðar okkar, þú orðar þetta eitthvað þá ekki viðstöðulaust efnahagsáfall, nei. Ég sagði að við værum alltaf að lenda í því með reglulegu millibili. Að lenda í efnahagsáföllum sem að
hvernig stendur þá því að við höfum á þessu 100 ára tímabili eða 120 árum færst úr mestu örbirði í Evrópu og í það verða í hópi 3-4 ríkustu landa Evrópu og jafnvel heimsins alls? Já, það bara með hörku dugnaði, við erum rík af auðlindum og já, það það. Við erum ríkt land og það verður ekki tekið á okkur. En það mjög gott, það mjög ákjósanlegt. En það verður ekki tekið á okkur. En kann að vera að ríki sem að færist til svona mikilla bjargálna þurfi að fara í gegnum mikla sveiflur, það séu meira átök í slíku kerfi, þannig að þegar stöðuleiki sem þú talar fyrir næst. Það nauðsynlegt? Nei, ég spyr bara. Nei, já, ég spyr líka. Ég veit það ekki, ég segi bara, það nauðsynlegt? Væri kannski betra að við værum ekki í því á nokkur áratuga fresti að það væri bara stór hópur fólk sem að missir heimilið sín og þess aftar. Þetta gerðist í kringum 1980 að þá var bara það voru rosalega margir sem að bara lendu í því að missa heimilið sín og svo gerist það aftur auðvitað í hruninu en ég meina það gerðist líka annars staðar. Algjörlega. Nei, algjörlega. En það eru Evrópusambandsríkin, þetta ekki eitt ríki. Þetta eru 27 ólík ríki. Nei, en þú segir að við losnum undan þessum vanda ef við göngum í Evrópusambandið. Já, ég að vona. En sum lönd hafa ekki auðlindir og hafa ekki ýmislegt sem að við höfum. Ég vil bara segja varðandi þessi áföll að þetta nú bara eins og slönguspil að eitt árið þá förum við upp einhvern stiga því hér koma ferðamenn og allt gengur vel. Næsta ári eldgosi í Eyjafjallajökli og við erum bitin á snák og færumst aftur niður. og það ekki bara þetta, síðan verður loðnubrestur, það kemur ráðgjöf frá Hafró pluss eða mínus 50.000 tonn af þorski. Þetta spyr hvorki hvort það króna eða evra hér á landi, en krónan hjálpar okkur að takast á við sveiflur af þessu tagi. Það óumdeilt. Já, við vorum líka heppin í hruninu að það komu ríki sem að voru til að bjarga okkur þar og lána umtalsverða fjármuni til þess að bjarga krónunni. Ef svo hefði ekki verið, þá hefði hún hrunið mun meira. Við vorum heppin þar að hafa 2 stoða kerfi EFTA-samningsins. Við vorum sýknuð af kröfunum Icesave, þó að þrotabúin hafi þó að það hafi verið, þá var það ekki gefið á þeim tíma. Það var ekki fyrirsíð á þeim tíma. Þannig að 2 stoða kerfi EFTA og EES-samningsins öllu heldur, útlögumæður, þú getur leiðrétt mig, en þetta 2 stoða kerfi allavega, með EFTA-dómstólnum, það sýndi og sannaði hvers það var megnugt fyrir smáríki í þess átökum af þessu tagi. Ég verði ekki ég fekk ykkur hingað til að ræða matvælaverð og mögulega Evrópusambandsaðild. Ég engu nær það hvort að matvælaverð muni hækka eða lækka við eingöngu og það ekki sem bendir til þess eða segir mér að við samningaborðið í Brussel að þar muni það skýrast eitthvað frekar heldur en orðið við þetta borð hérna. Munum við ekki bara eftir sem áður verið í algjörum myrkri það? Eigum við ekki bara að fara í þessa viðræður og sjá hvað kemur út úr þeim? Ég held að það sé farsælast fyrir okkur. Að leyfa þessum sjálfsögðu samningaviðræðum að eiga sér stað og taka þá upplýsta ákvörðun. Í staðin fyrir að vera hérna bara með spjótin einhvern veginn að vega hvert annað í herðar niður og segja þú hefur rangt fyrir og það eru 2 sérfræðingar sem að mætast með sömu prógráðurnar sem að eru algjörlega öndverðu með því að segja hérna hitt og þetta eins og brúðurnar. Þú vitið? Ég meina við Erna getum verið hérna bara saman úti að drekka kaffibolla og hafa næs. Svona þetta bara. Förum bara og fáum þetta bara á pappírinn. Fræðimenn eru mjög ábyrgir og trúverðir. Þú minnist á Þórólf Matthíasson, við munum nákvæmlega hvað hann sagði hér varðandi Icesave-samningana. Hann sagði að hér myndi gjaldmiðillinn hrynja og allt enda í kalda koli, þannig að það ekki mikið mark á honum takandi. Jú, þú getur ekki slegið það ekki mikið mark á honum takandi. Það hefur haft oft rátt fyrir sér í mjög stórum málum. Saka virðulegan fræðimann, doktor í lögum að ljúga. Hann stóð í pontu Alþingis og sakaði að ljúga. Það bara annað mál. Hérna erum við með Þorstein Þorgeirsson sem hagfræðingur, starfa hjá EFTA, Efnahags- og samvinnustofnun OECD, bara margfróður. Starfa hjá Seðlabankanum, ég les margt sem að frá honum kemur. Við erum að tala Gauta B. Eggertsson, skilurðu? Hann einn af merkustu hagfræðingum í Bandaríkjunum. Hann merkri ætt af Snæfellsnesi. Hann merkri ætt af Snæfellsnesi. Einn af merkustu hagfræðingum Bandaríkjunum. Nei, hann starfar, hann doktor og starfar sem prófessor við einn af merkustu skólum í Bandaríkjunum. Já.
Erna, það ekki hægt að slá hann út af borðinu bara því að hann og bróður sem ykkur illa við, skiljið, og í pólitík. Það er nú enginn að tala um það. Það snýr nú bara því hvað menn hafa fram að færa já, heldur betur hefur hann vart fram að færa. Varðandi samningana, ekki eitthvað hæft í því hjá Helgavölu að með því að setjast niður við samningaborðið og fá Evrópusambandið til að segja til það hvernig þeir sæðu þetta fyrir sér, að við myndum fá skýrari mynd af stöðunni heldur við höfum nú? Ég held að það sé auðvitað engan veginn hægt að segja annað en að það myndi einhverju vissir hlutir skýrast. En ég held að sama hátt að þá sé það ekki, hvað ég segja, góð gagnrýni að saka þau sem eru á móti því að fara í þessar viðræður að þetta sé einhver þröngsýni eða við viljum ekki þetta eða hitt. Við höfum Nei, ég ekki að segja að þú að gera það, en þetta áberandi samt engar síður og samfélagsmiðlum. Við vitum það. Það eins og ég þjóðnýðingur og landráðmanneskja. Já, við erum bestu skinn, en en það engar síður málefnalegt að hafa þá skoðun að það hafi ekki tilgang að fara í þessar viðræður á þeirri grundvelli þeirra þekkingar sem við höfum nú þegar. Og að hlusta á fullt af fólki sem hefur árum saman, og nú ég ekki að tala um því Helga Vala, bara ég að tala umræðina almennt, saman tala fyrir því að það þurfa að fara hérna í aðildarviðræður og aðild að Evrópusambandinu. Allt í einu tala núna um það að það þurfi fyrst að kíkja einhvern pakka. Hvað gerðist? Þið búin að gleyma því sem þið lásuð áður en að þið ákvaða að þetta væri góð vegferð eða allir þessi sérfræðingar sem að ætla að fara að kenna okkur kosti Evrópusambandsins telja að við þurfum alltaf að kíkja einhvern pakka. Það hlýtur að vera hægt að meta þetta út frá þeim gögnum sem höfum fyrir framan okkur og þar að auki. Þá þetta ekki bara debet og kredit, þetta líka tilfinningamál og það má vera það. Algjörlega sammála. Spurning fullveldið. Það má vera það, en ég held að við bara þurfum að mætast ekki við, en þú veist, ég held að þessar hópar þurfa að mætast með bara meiri umbrúlindu og kærleika. Ég bara teka heilsu. Ég held að það væri, af því að það er svo ofboðslega margir þarna úti sem eru bara farnir að grípa fyrir eyrun út af bara alls konar upplýsingum og upplýsingaóreiðu á alla bóa. En þess vegna segi ég Helga Vala með 25% fullyrðingar Pavels. Þetta auðvitað ekki boðlegt. Ég veit ekkert um það. Nei, en ég að segja að þú segir að það sé upplýsingaóreiða. Ég tek ekki undir það, það svo margt í gangi. Þetta hrein og klár upplýsingaóreiða. Ég veit ekkert um það. Hann hlýtur að vita eitthvað. Eitt sjónarmið, þú hefur auðvitað lengi verið, þú varst þingmaður Samfylkingarinnar. Þú hefur verið í flokki sem hefur bara haft það einmitt á stefnuskránni að Ísland eigi að ganga í Evrópusambandið og að landinu sé best borgið innan þess. Það forvitnilegt sjónarmið sem Erna kemur fram með sem segir af hverju svo nauðsynlegt að kíkja í pakka núna? Þið hafið í árum eða áratugum saman sagt við viljum að Ísland gangi í Evrópusambandið. En af hverju segið þið þá núna í umræðunni, við vitum eiginlega ekkert hvað þetta felur í sér, við þurfum að fá skýrari mynd af því og við ætlum síðan eftir það að meta hvort við viljum að ganga í Evrópusambandið. Þið hafið árum saman sagt, við eigum einfaldlega að ganga í Evrópusambandið. Ég svo sem veit ekki hvað að gera þarna við borðið. En hins vegar það var það skýr krafa frá tveimur flokkum, Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki, að það yrði ekki haldið áfram með þennan leiðangur nema að spyrja þjóðina. Og ríkisstjórn... Þetta allt annað mál. Nei, þetta það sama. Nei, nú þetta drepa málun og dreif. Þetta ekki hægt, sko. Ég að spyrja, hvað það sem breyttist hjá ykkur sem hafi bara sagt Ísland best borgin Evrópussambandsins, af hverju... Nei, ég meina, maður gengur ekki inn á þess að fara í samningaviðræður. En hvernig gátt... Það ekki hægt, það alltaf aðildarviðræður. Þið hafið haft á stefnu að ganga í Evrópusambandið. Já, ég þeirra skoðun. Og samfylkingin. En núna segið þið við mig þegar ég að reyna að pumpa ykkur með það hvað það sem að þið telja við fáum út úr því. Þið segir, við bara hreinlega vitum það ekki. Við þurfum að fara í aðildarviðræður til að átta okkur á því hvað í pakka. Já, ég held að það sé bara mjög heiðarlegt að segja það. Ég meina, þetta eru samningaviðræður. Mín skoðun að við eigum að ganga inn en ekki sama hvað ég meina ef að samningurinn á borðinu óboðlegur þá að sjálfsögðu göngum við ekki inn í Evrópusambandið með slíka samning. Ef að það yrði slík kollsteypa hjá Evrópusambandinu að það kæmu kröfur sem að við gætum ekki samþykkt þá það alltaf þjóðaratkvæðagreiðsla í lokin. Og þetta eru samningaviðræður og ef að þær stranda á einhverju þá stranda þær bara og þeim líkur ekki og þá ekki samningur til að bera undir þjóðina. Við þurfum þetta að kjósa út í eitt og við þurfum líka að kjósa tvisvar til þings. Ég meina það bara þannig. Það þannig. Þannig að við erum með margar varnir á leiðinni meðal annars hjá samninganefndinni
sem að segja bara, heyrðu, ef við komumst, við erum hérna með ákveðin markmið, við erum með ákveðina línu sem við förum ekki yfir. Ef að þið komið ekki til móts við okkur hérna, þá skulum við bara gera hlið eða bara hætta þessum. Svakalega lýsingar Jóns Bjarnasonar á starfi samninganefndarinnar. Það var náttúrulega mesta krúttið þarna á sínum tíma, þegar hann bara læsti dyrunum og slökkti símanum. En ég má bara koma inn í þetta sko, að þá náttúrulega stöðvuðust samningaviðræður hér 2013. Við vitum það. Við árslok 2012, byrjun árs 2013. Hver var utanríkisráðherra þá? Það var Össur Skarphéðinsson. Og af hverju stöðvuðust viðræðurnar? Jú, það eru 2 ástæður fyrir því. Annars vegar, þá var einfaldlega ekki meiri hluti í utanríkismálanefnd Alþingis til þess að halda áfram með samningana út á það hvað þurfti að gefa eftir til þess að svo geti orðið að halda áfram. Með öðrum orðum, það var komin upp svo staða að Alþingi sá að það yrði að gefa það eftir gagnvart þeim samningsviðmiðum sem voru sett í sjálfa þingsályktunina, ekki bréfi sem fór, að lengra yrði ekki farið. Með öðrum orðum, viðræðurnar hættu. Auðvitað hjálpuðu skoðanakannanir á fylgi flokkana í ríkisstjórninni til því það var hraðri liðir á þessum tíma. Ég veit að þú hefur fylgst með því betur en ég á þeim tíma. En síðan sést þessi sami utanríkisráðherra fyrrverandi á mynd að stofna einhver samtök sem það að sjá í einhvern pakka, væntanlega, sem að sjálfur strandaði á samningunum í árslok 2012. Mér finnst þetta sjálfsagt að segja svolítið ósamræmi í þessu, ef ég má orða þannig kurteislega. En að því að við erum að tala Jón Bjarnason, ég meina hann klauf sig úr VG og stofnaði regnbogasamtökin gegn ESB. Hann var samt ráðherrann sem átti að vera að semja þessa mikilvægu kafla. Sko, ég verð nú að fá að taka aðeins upp hanska fyrir Jón Bjarnason, frænda minn hérna. Það veit alþjóðan frændi minn. Hann hætti sem ráðherra árið 2011. Allt árið 2012 var hann hvergi fyrir sem ráðherra. En ríkisstjórnin, það voru 7 þingmenn VG sem að hlaupu út, sko. Sko, hann var ekki lengur í ríkisstjórninni eftir áramótin 2011-12. Hann var í þingflokknum. Hérna, það að hann hafi stoppað samningaviðræðurnar sem ráðherra, eftir það stenst enga skoðun. Nú erum við komin í áhugaverðar sögustýringar sem skipta máli en tengjast ekki matvælaverðinu. En þetta var forvitnilegt og lífilegt samtal. Ég mun hnippa í ykkur aftur áður en ágúst er liðinn vegna þess að við ætlum að halda þessari umræðu áfram á málefnalegum nótum. Helga Vala Helgadóttir og Erna Bjarnadóttir, þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk sem leiðis. Við látum staðar numið þennan föstudaginn. Við hlökkum til að vera með ykkur hér í næstu vikum. Á föstudegi sem endar nær, þar verður rætt Evrópusambandið.